Þeir eru að fara inn í 2 mikilvæga leiki, hvernig leggst þetta í þig? Bara vel, þetta bara spennandi leikir og mikið í húfi fyrir okkur. Og við erum allir meðvitaðir það, við viljum vinna báða leikina til þess að koma okkur bara beint í úrslitin. Þeir eru með þetta svona í ykkar höndum? Já, og það er það sem við ætluðum okkur fyrir þessari keppni og við sögðum að reyndar fyrir mót að við reiknum með því að við þyrftum að vera efstir í þessum riðli til að komast áfram. Þetta væri jafn riðill og liðin væri að taka stig af hvorum öðrum og þannig stöðu erum við núna, þannig að við ætlum að klára það. Það er að vera bakka á því hérna. Hvernig er svona staðan á leikmannahópnum? Hún er bara góð, það er eitthvað svona smávægileg einhver meiðsli og annars allir klárir. Skotan á morgun, það var jafntefli úti, hvernig leik áttu honum? Já, bara hörkuleik, þetta verður jafnleikur og þeir eru reynda með nýja þjálfara og já, mikið af nýju leikmönnum, þannig að við svona rennum svolítið blind í það en við verðum bara einmitt okkur og spila okkar leik og bæta við það sem við gerum úti og gera betur nokkra hluti sem við klikkuðum á þar og við erum svona meðvitaðir hvað við ætlum að gera. Það styrir nú að vera hugur í mönnum að klára þetta, menn eru allir á sömu blaðsíðu? Já, ekki spurning. Ég held að strákarnir alveg átti sig á því hvaða gluggi þetta er og þetta opnar þvílíkt tækifæri fyrir þá og það verður allir að fylgjast með þessu og þannig að það er allir meðvitaðir um það.